Faðir forsætisráðherra skrifaði undir meðmæli með uppreist æru dæmds barnaníðings í fyrra. Hann segist hafa skrifað undir bréf sem var komið með tilbúið til undirritunar. Faðir forsætisráðherra var einn þeirra sem skrifuðu undir meðmæla bréf með uppreist æru dæmds barnaníðings í fyrra. Benedikt Sveinsson, faðir Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra, var einn þriggja manna sem skrifuðu undir meðmælabréf með uppreist æru Hjalta Sigurjóns Haukssonar. Hjalti fékk 5,5 árs fangelsisdóm árið 2004 fyrir gróf og ítrekuð kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni frá því hún var 5 ára þar til hún var 17 ára. Hún var kölluð til fundar í dómsmálaráðuneytinu í dag þar sem hún fékk að sjá gögn sem fylgdu umsókn Hjalta uppreist æru. Hann fékk uppreist æru í september í fyrra, sama dag og Robert Downey. Konan staðfesti í samtali við fréttastofu í dag að Benedikt hafi undirritað bréfið. Benedikt sendi frá sér tilkynningu síðdegis þar sem hann staðfestir að hafa skrifað undir meðmælabréf fyrir Hjalta. Hann segir að Hjalti hafi komið með bréfið tilbúið til undirritunar. Hjalti hafi tíma verið tengdur kunningjafólki þeirra hjóna. Hann hafi í nokkur skiptið leitað aðstoðar hjá sér, fyrst og fremst vegna fjárhagsmála eða í tengslum við atvinnuleit. Benedikt biðst í tilkynningunni afsökunar á því að hafa aðstoðað Hjalta við að fá uppreist æru. Hjalti starfar sem atvinnubílstjóri og mennirnir 3 sem skrifuðu undir meðmælabréf fyrir hann tengjast allir rútufyrirtækjum. Dómsmálaráðuneytið ætlar að birta gögnum þá sem hlotið af uppreist æru frá árinu 1995. Áður hafa gögnum uppreist æru Roberts Downey verið birt. Ráðuneytið neitaði upphaflega að afhenda þau gögn en samkvæmt ákvörðun úrskurðarnefndar upplýsingamál vegna kæru RÚV var ráðuneytinu skylt að afhenda þau. Ekki hefur náðst í forsætisráðherra vegna málsins. Velkomin til okkar, Sigríður Andersen dómsmálaráðherra. Hvenær vissir þú af nafni Benedikts Sveinssonar í þessum gögnum? Mér var sagt það í óspurðum fréttum í lok júlí að hann væri þarna meðal umsagnaraðila í þessu tiltekna máli. Ég hef ekki verið að kíkja og hef ekki ennþá skoðað farið yfir gögn í þessum eldri málum sem voru afgreidd fyrir mína tíð, en mér var sem sagt þetta í óspurðum fréttum. Og það af einhverjum embættismönnum innan ráðuneytinu. En þú segir forsætisráðherra frá því í lok júlí að faðir hans sé þarna í þessum gögnum. Hvers vegna? Samdægurs. Ég taldi bara rétt að gera það. En þá þegar hafði ráðuneytið synjað fjölmiðlum aðgang að þessum sömu gögnum? Nei, ég var reyndar ekki búin að óska eftir gögnum í þessu máli, en það rétt sem fram kemur hérna að það var óska eftir gögnum í máli Roberts Downey í júní og við töldum okkur ekki heimilt að afhenda öll þau gögn og fórum þá leið sem er lögum samkvæmt og RÚV að fá úrskurð frá úrskurðarnefnd upplýsingamál sem féllst á sjónarmið ráðuneytisins að því leyti að það væri ekki hægt að birta gögnin eins og þau koma fyrir. Þannig að en úrskurðurinn sem liggur núna fyrir frá því í fyrradag, hann kveður á að það þurfi að birta þessi gögn með takmörkunum þó og það hefur við gert í máli Roberts Downey. Greindirðu einhverjum fleirum úr þingflokki Sjálfstæðisflokksins til dæmis frá þessum nöfnum? Nei. En telur að þér hafi verið fullkomlega heimilt að greina forsætisráðherra frá þessu? Já, ég gerði það með þessum hætti. Ég taldi það rétt og eðlilegt. Af hverju? Já, meðal annars vegna umræðu mögulega aðkoma hans að staðfestingu annarra mála þarna í september. Meint aðkoma hans sem að síðan kom á daginn að var ekki rétt. En hafði það að faðir forsætisráðherra skrifað undir þarna einhver áhrif á framgöngu til dæmis þína í málinu? Nei, alls enga. Og ekkert legið fyrir annað en að birta þau gögn sem okkur er skylt að birta á teknum tilliti til dæmis þessa úrskurðar í máli Roberts Downey og það munum við gera og það hefur verið að vinna í rauninni undirbúninga því í allt sumar, taka saman gögn. Þetta er auðvitað mjög mikil vinna, þannig að það verður birt núna á næstu dögum gögn. Og hvaða gögn eru við þá að tala um? Þá erum við að tala um umsóknir og umsagnir í þessum málum og staðfestingu uppreist æru í þessum málum. Þú talaðir áðan að úrskurðarnefnd upplýsingamál hefði fallist á einhver sjónarmið að tilteknar upplýsingar mættu ekki koma fyrir augu almennings. Ætlið þið þá að taka einhverjar upplýsingar út úr þessum gögnum sem þið eruð að fara að birta núna? Já, það erum við að gera. Hvers konar upplýsingar eru það? Þetta eru upplýsingar símanúmer og netföng og upplýsingar kannski sem til dæmis umsagnaraðilar nefna varðandi heilsufar viðkomandi. Jafnvel kemur oft fram í umsóknum einstaklingana, eitthvað varðar heilsufar eða annað.
sem að rétt þykir að sé ekki gerð opinber. Þannig að þetta auðvitað svolítil vinna, þetta erum við að gera. En þið ætlið að birta gögn frá 1995 en ekki lengra aftur í tímann, hvers vegna það? Já, það nú, meira að segja, hefur nú verið ærin vinna að vinna þessi gögn frá 1995 og við höfum tekið þessa ákvörðun að birta þetta, að minnsta kosti núna. Það fer auðvitað líka orka auðvitað tvímælis, það verður bara að segja sem svo að fara að birta þessi gögn og nöfn einstaklinga sem margir hverjir eru látnir. Þannig að það þarf auðvitað einhvers staðar að slá línu í þetta mál en það verður engin óskað eftir gögnum frá því fyrir þann tíma. Þannig að við erum ekki að birta það nema einhver hafi óskað eftir því og það liggur auðvitað fyrir núna það hafa margir fjölmiðlar óskað eftir öllum þessum upplýsingum og þannig að við höfum tekið þá ákvörðun að bara birta þessi gögn öll saman á vef ráðuneytisins. Takk kærlega fyrir komuna til okkar, Sigríður Andersen. Faðir forsætisráðherra skrifaði undir meðmælabréf að dæmdur barnaníðingur fengi uppreist æru í fyrra. Faðir Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra skrifaði undir umsókn Hjalta Sigurjóns Haukssonar dæmds barnaníðings uppreist æru. Stjórnarandstöðuliðar segja málið grafalvarlegt en Nadine Guðrún Jaki segir frá. Mál varðar uppreist æru Roberts Downey hefur verið gríðarlega umdeilt að undanförnu en meðal þess sem gagnrýnt hefur verið að ekki hafi verið gegnsætt ferli að ræða og upplýsingar hverjir mæltu með því að umsókn slíkt yrði samþykkt lægju ekki fyrir. Í vikunni kvað úrskurðarnefnd upplýsingamál upp úrskurð þar sem fallist var á kröfu fjölmiðla aðgang að umræddum gögnum Robert. Eftir það komu fram upplýsingar það hverjir það voru sem ábyrgðust umsókn Roberts. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sakaður að vilja halda þessum upplýsingum leyndum vegna þess hverjir skrifuðu upp á réttmæti umsóknanna uppreist æru. En nú komið í ljós að Benedikt Sveinsson, faðir Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra, skrifaði undir umsókn Hjalta Sigurjóns Haukssonar, dæmds barnaníðings uppreist æru. En hann fékk hana á sama degi og Robert Downey. Hjalti hlaut 5,5 árs fangelsisdóm árið 2004 fyrir að hafa nær daglega samræði eða önnur kynferðismök við stjúpdóttur sína 12 ára tímabil. Stúlkan var 5 ára þegar brotin hófust. Skömmu eftir að fréttir birtust af málinu á Vísi sendi Benedikt frá sér yfirlýsingu. Þar biður hann þá sem eiga sárt að binda vegna máls Hjalta afsökunar á því að hafa léð honum atbeina við umsóknum uppreist æru. Þá segir hann að Hjalti hafi leitað til sínum meðmæli vegna uppreistar æru. Hann hafi skrifað undir bréfið en hafi ekki vitað af málinu síðan fyrir hann það kom til opinberrar umfjöllunar í sumar. Benedikt segir að Hjalti hafi tíma verið tengdur kunningjafólki hans og eiginkonu frá skólaárum. Hann hafi í nokkur skipti leitað aðstoðar hjá sér, fyrst og fremst vegna fjármála eða í tengslum við atvinnuleit. Engin önnur tengsl hafi verið þeirra á milli. Þá tekur Hjalti fram að hann ætli ekki að veita fjölmiðlum viðtal vegna málsins. Bergur Þór Ingólfsson, faðir stúlku sem Robert Downey braut á, einn þeirra sem hafa barist fyrir gegnsæi í málinu. Auðvitað dettur manni ýmislegt í hug, öll þessi tregða í kerfinu og svo kemur þetta í ljós. Bara í viltustu bíómynd eða rugluðustu skáldsögu hefði man ekki getað dottið þetta í hug. Þingmennirnir Svandís Svavarsdóttir og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir segja að nú sé málið komið í allt annað samhengi. Sérstaklega að því varðar leyndina og leyndarhyggjuna sem vefur þetta mál allt saman. Við í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd óskuðum eftir gögnunum sem vörðuðu Robert Downey. Það var mikið viðnám gegn því að við fengjum þau gögn og að lokum var það þannig að hluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar neitaði að sjá gögnin. Heldur þetta kom ekki til með að hafa pólitískar afleiðingar, þetta mál? Já, þetta að minnsta kosti vekur ýmsar spurningar, ekki síst í ljósi þessara nýjustu frétta í dag og að þetta skuli hanga svona við þessa tilteknu fulltrúa. Mér finnst þetta grafalvarlegt mál og mér finnst bara hræðilegt hvernig þetta mál allt saman búið að fara og ótrúlegt til þess að hugsa að mögulega hafi þessi tengsl verið ástæðan fyrir því að ráðherra hafi ákveðið að fara á svig við upplýsingalög, að formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar hafi farið í einhvers konar leynimaksleik meðmælendur í hinu málinu til þess að skapa ekki fordæmi fyrir því að uppljóstra þetta mál og já, ég á ennþá bara svolítið erfitt með að trúa þessu.
En meira af þessu máli. Heimir Már hefur fengið til sín Sigríði Andersen, dómsmálaráðherra og þingmann Sjálfstæðisflokksins. Við gefum yfir til þeirra. Já, þessi mál nú að þróast, Sigríður, á ansi svona óvæntar áttir. Í fyrsta lagi dettur manni í hug að spyrja þig sem dómsmálaráðherra og í ríkisstjórn með Bjarna Benediktssyni forsætisráðherra, þegar faðir hans í þessari stöðu og tengslin auðvitað augljós á milli þeirra feðga, getur þetta mál ekki orðið honum óþægilegt, forsætisráðherranum? Nú ætla ég ekki að svara fyrir það og get ekki lagt mat á það en þetta mál bara eins og það er. Ég hjó eftir því fréttunum hérna áðan að það talað mikla leyndarhyggju og að dómsmálaráðuneytið hafi farið að svifa upplýsingalög. Það auðvitað ekki rétt. Við fengum í júní, þá fengum við óskum gögn í máli Róberts Downey og tókum strax ákvörðun það ráðuneytið, lögum samkvæmt, að neita því vegna þess að í þeim kynnu að vera ákveðna persónulegar upplýsingar sem að lögum samkvæmt þurfa að fara. Já, en svo er úrskurðað það og gögnin eru komið fram og það er á þeim stað sem við erum núna, það eru bæði komið fram. En ef ég má klára, ég vil bara benda á það að þannig úrskurðarnefndin fékk það til umfjöllunar í júní. Við hefum tekið allan þennan tíma til að fjalla um það og skilaði greinargóðum úrskurðinum í fyrradag. Það sem fallist á þessi sjónarmið dómsmálaráðuneytisins það að það séu þarna upplýsingar sem ekki eðlilegt að veittur sé aðgangur að. Þannig við höfum tekið fullt tillit til þess og birt gögn í máli Róberts Downey með þeim tilmælum sem úrskurðarnefndin kveður á og með því að afmá tilteknar upplýsingar. Og við erum að gera það núna í öllum öðrum málum og höfum sagt það að við ætlum að birta þessi gögn öll. Já, en nú er búið upplýsa hverjir voru bæði að mæla með honum, að hann fengi upplýstaðir og eins núna með honum Hjalta. Sko, það vekur athygli að mál Hjalta kemur inn í innanríkisráðuneytið þáverandi ráðuneyti í sumarið 2016. Mál Róberts Downey hafði velst í ráðuneytinu í einhver 2 ár áður en það síðan endar með undirskrift ráðherra og síðan forseta í september núna í fyrra. En mál Hjalta mjög stutt inn í ráðuneytinu og þá spyr maður þegar það kemur í ljós að Benedikt Sveinsson, faðir þáverandi fjármálaráðherra, núverandi forsætisráðherra, einn af meðmælendunum, hvort að það hafi haft áhrif á það að málið var afgreitt svona hratt. Nú get ég bara lýst þessum vinnubröðum eins og þau hafa við mér eftir að ég kom í ráðuneyti vegna þess að ég hef reynslu af því að hafa fengið inn á mitt borð, fekk það í vor, umsóknum uppreist æru, ekki umsóknum að vísu sjálfa því hún fer nú bara inn í kerfi. En eftir skoðun í ráðuneytinu, sem tók nokkra vikur, fekk ég inn á mitt borð tilmæli embættismanna og sérfræðinga að veita tilteknum einstaklingi uppreist ræðu með vísun til framgöngu eða framkvæmd undanfarna áratugi og þetta bara kemur í formi minnisblaðs og hefur nú reyndar legið hjá mér lengi en ég bara þannig ég er að lýsa ég get þetta lýst eða miklu tíma nákvæmlega í það ferli við erum að tala stöðuna eins og hún akkurat núna. Nei, því þú spurði mig hvað aðstæðan væri í september 2016. Já, en hafið það, já, ég er að segja það getur það pólitískt af, nei, þú varst ekki í ráðuneytinu en sko, finnst þér óðurlegt að fólk dragi einhverja ályktanir því þegar svona tengsl eru í málum að það hafa haft áhrif að faðir fjármálaráðherrans staðfærandi einn af þeim sem er að mæla með þessu? Mér finnst það ástæðulaust að draga þá ályktun vegna þessi ljósi allar framkvæmdar og ég hef nú einmitt lagt fram gögn það allar veitingar uppreistar æru frá árinu 1995 þar sem það hafa fengið allir uppreist æru sem hafa uppfyllt þessi skilyrði. Það að umsókn þessa manns hafi legið skemur og þá eru reynda fleiri umsóknir afgreiddar á þessum tíma en Róbert Árni beið í þennan langa tíma vegna þess að menn voru að velkjast með þetta og fannst það þungbært að veita. En svo komum mann sem er dæmdur í þyngstu refsingu fyrir svífurlegt barnaníð á stjúpdóttur sinni frá 5 ára aldri til 17 ára aldurs, fekk þyngsta dóm hvenær hefur upp í slíku máli 5,5 ár. Og það eiginlega fer bara hraðleiði gegnum ráðuneytið og menn voru eitthvað að efast og áttu í vandræðum með Róbert Downey. Já, máli var það hins vegar að með máli Róberts Downey var það margskoðað og lögð fyrir ráðherra bæði forvera minn og þann ráðherra sem var á undan. Minnisblöð sérstaklega þetta, við verðum að klára þetta minnisblöð það sérstaklega, það sem komist var ítrekað að þeirri niðurstöðu sem að ráðherrarnir auðvitað fannst mér þungbært að það yrði að verða við þessari ósk. Ólöf fannst þetta þungbært? Já, ég veit það og ég veit að Ólöf fannst mjög mikilvægt að þessi framkvæmd öll yrði endurskoðuð. Þegar komið var á þessum tímapunkti í september að það þyrfti að veita Róbert Downey, það voru engin efni til annars en að afgreiða aðrar umsóknir sem lágu á borði ráðherra á þeim tíma. En svo svífur Hjalti þetta með eftir örstuttan tíma með sína umsóknir í ráðuneytinu. Hvenær vissi Bjarni Benediktsson, þáverandi fjármálaráðherra, núverandi forsætisráðherra, að því að faðir hans
var einn af meðmælendunum á ferð. Hvernig vissi hann það? Já, ég hef ekki, skoðað ekki í sumar nein gögn í neinu af þessum málum sem að varða aðra ráðherra. Það var hins vegar í lok júlí sem að mér var tjáð í óspurðum fréttum af embættismönnum að faðir forsætisráðherra væri þarna meðal umsækjenda. Umsagnar aðilar, ekki sagt hafa, í lok júlí. Ég taldi rétt og lét forsætisráðherra vita af því á þeim tíma í lok júlí. Og hvernig brást hann við því þegar þú segir hún þetta? Kom hann að fjöllum eða viltist hann vita þessu? Nei, hann kom algjörlega að fjöllum. Hvernig brást hann við? Fannst hann þetta leitt? Hann kom algjörlega að fjöllum, já, og auðvitað finnst okkur þetta þungbært í ljósi auðvitað umræðunar og eðli máls örugglega, en ég ætla ekki að tjá mig fyrir hönd forsætisráðherra. Nei. En áður en lengra haldið, Sigríður, þá við hittum hér bara rétt fyrir þetta tíman formann stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, því stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hefur komið af þessu málu mikið og hefur verið umdeilt hvernig nefndin kom að málinu og hvernig þingmenn Sjálfstæðisflokksins sérstaklega höfuðu sér í nefndinni þegar komu til hennar og neituðu að skoða þau. Skulum sjá þetta stuttaviðtal. Brynjar, í ljósi þess hvernig þessi mál hafa þróast, hefði stjórnskipunar og eftirlitsnefnd ekki geta tekið þessi mál fastari tökum og sinnt eftirlitsskyldu sinni gagnvart dómsmálaráðuneytinu? Ég held að nefndin hefði bara gert það mjög vel. Það var farið yfir framkvæmd ráðuneytisins og athuga hvort að það væri í samræmi við lög. Það er engar aðfinnslur við það í sjálfum sér og þetta mál auðvitað þróast þannig að þetta fer að snúast það hverjir veita umsögn. En menn verður auðvitað bara að átta sig á því hvað felst í því þessar umsókn eða umsókn uppreist æru. Það er að segja að menn er að fá sín borgaralegu réttindi aftur. Já, en hefði nefndin ekki, og sérstaklega sjálfstæðismenn í nefndin sem gengur nú út af fundinu þegar það verið að skoða þarna ákveðingar, eru þá ekki þeir fulltrúar að bregðast eftirlitsskyldu sinni með dómsmálaráðuneytið, vilja ekki eins og líta á gögnin? Nei, þessi gögn voru trúnaðargögn. Já, nefndir skoða oft trúnaðargögn. Já, en það sem var í þessum gögnum, í þessu einstaka máli, skipti engu máli við úrlausn nefndarinnar til að sinna hlutverki. Það snerist það. En finnst þér eins og staðan núna, nú komið í ljós að faðir forsætisráðherrans núverandi þarna inn í málinu, þetta vandræðalegt fyrir hann og ríkisstjórnina? Ekki í mínum huga, ég veit alveg hvernig umræðan verður, að því leyti verður þetta vandræðalegt. En þegar menn átta sig á hvað felst í þessu, hvað menn eru að gera og til hvers þetta og af hverju, þá er þetta ekkert vandræðalegt. En umræðan þetta fer út víðan völl, ég efast ekki það. Já, það er sjálfsagt að þetta mál verði mikið rætt eins og staðan orðin í því núna. Forseti Íslands í setningaræðu Alþingis kom inn á þessi mál og það var ekki hægt að skilja forsetann öðru sig að hann kærði sig ekki að skrifa upp á fleiri svona bréf uppreist æru og það liggur því augljóslega við að spyrja ráðherrann út í það. En forsetinn hitti fórnarlamb Hjalta áður en hann hélt sína ræðu í þinginu og þú hittir hana einnig í dag, Sigríður, til að sýna henni þessi gögn áður en að þau voru gerð opinber. Hvernig fannst þér að mæta þarna stúlku sem var búin að sæta svívirðilegu kynferðisofbeldi frá 5 ára aldri af stjúpföður sínum? Já, ég hef hitt fórnarlamb og aðstandendur í þessum málum og ég er mjög þakklát fyrir það að hafa fengið tækifæri til þess að gera það og setja þau, kynna þeim þessi gögn. Ég hafði orðið vör við það í fréttum. Hvernig bar hún sig hjá þér? Nú ætla ég ekki að tjá mig eða lýsa. Lýstu því að því það er ásökunum á vist leyndarhyggju í málinu en hún hefur líka, þessi unga kona, sagt að hún vilji þessi máli på yfirborðið. Já, sko, nú get ég þetta ekki og vil ekki ræða einhverjas einstaklega fundi sem ég á. En ég bendi á það að... En er ekki sláandi að hitta fórnarlamb svona svívirðilegs glæps í ljósi þess að þessi maður er nú með forsetauppáskrift og uppáskrift ráðherra að það sé búið að reisa upp æru hans? Jú, það er auðvitað mjög þungbært. En það er að segja að það áttum að góðan fund og en þetta er bara veruleiki sem menn þurfa að horfast í augu við. En ég vil nú nefna það líka að mér finnst nú umfjöllun með þessum málum, ég hafði tekið eftir því að í einhverjum málum að menn eru að tala það að þeir hafi ekki fengið upplýsingar og vilji fá þær augliti til auglitis. Þá vil ég nefna það að ekkert af þessum fórnarlömbum hefur haft, eða aðstandendum hefur haft samband að fyrrabræði við ráðuneytið og óskað eftir og mér svo sem var þröngur stakkur sniðinn að því leyti að ég hef ekki upplýsingar hver fórnarlömbin eru vegna þess eins og í þessu máli sem við erum að ræða hérna núna
þar dómurinn birtur nafnhreinsaður. Þannig að það Ég skil, en líka rétt sem ég hef heyrt að bréf eins og þessi, svona ummæli eða meðmæli með því að einhver fá umsagnir, fá upplýstaðir að þau séu ekkert könnuð, það sé ekki haft samband við viðkomandi og spurt skrifaðu þú undir þetta bréf, samþykktir þú þetta bréf. Er það rétt að það sé ekki gert? Það alveg rétt og ég hef gert athugasemd við það. Ég spurði það fyrst. Er það ekki undarleg stjórnsýsla? Ég gæti skrifa hvaða bréf sem og sendt inn í ráðuneytið og það bara já, ok. Já, sko, öll skjöl sem að koma auðvitað sem að ganga hérna manna á millum auðvitað eru tekin svona alla jafna bara eins og þau eru og menn treysta því og trúa. En þetta ákaflega erfið mál. Má ég bara segja það því ég held að sé upplýsandi fyrir þessu umræðu að ég hef spurð eftir þessu og mér sagt það að ef eitthvað undarlegt í bréfunum, aldur til dæmis, umsagnaraðilar mjög ungir, þá haft samband. Og það líka ekki tekið á móti umsagnaraðilum sem eru nátengdir. Þegar að faðir fjármálaráðherrans skrifa svona bréf og fyrir barnanýðing, þetta og engum hefur að segja, hann virkilega að þessu? Og hringja hann ertu virkilega að þessu? En ok. Nei, það var ekki gert. Nei, það var ekki gert, augljóslega. En síðast spurningin, í ljósið sem forsetinn búinn að segja, hann kærir sig greinilega ekkert að skrifa eitthvað fleiri svona bréf frá dómsmálaráðuneytinu. Það setur dómsmálaráðuneytið í ákveðna stöðu að forsetinn kærir sig ekki að skrifa undir svona bréf. Hvað verður gert og verður þessum lögum breytt þannig að næst þegar stendur til að einhvern veginn að veita mönnum sín borgaralegu réttindi á nýjan leik að það þurfi ekki að leita til forseta Íslands? Ég hóf endurskoðun þessari framkvæmd löngu áður en þessi mál kom í umræðuna í sumar. Ég gerði það strax í vor. Og ég kynnti það í júní strax þegar mál Róberts kom upp að ég hefði áhuga á að breyta þessari framkvæmd og ég hef fyrir núna löngu og kynnti það á opnu fundi allsherjar- og menntamálanefndar að ég væri með vinnslu frumvarp sem gerir ráð fyrir því að afnema þessa uppreist æru alfarið en leið breyta öðrum lögum þannig að það verði bara gert skýrt með hvaða hætti með öðlist tiltekni borgarleg skýr. Já, þannig að þetta frumvarp á leiðinu og bara rétt alveg að blálokum ekki eðlilegt að lögmenn til dæmis sem að fremja glæp sem þennan að þó svo þeir gætu hugsanlega fengið lögmannsréttindi á nýjan leik þá sem þau með skilyrðum að þeir geti aldrei sinnt tilteknum málaflokkum í sínu starfi framar það sem eftirlifir ævinnar. Jú, þetta útfærsla sem við erum núna að skoða og það eru margar leiðir færar í því og ég alveg sammála því. Ein leiðin jafnvel að komið við fyrir að menn fái alfarið lögmannsréttindi ef glæpirnir eru af tiltekinni tegund eða ítrekki þungir. Önnur leið er að láta ákveðin mjög langan tíma líða og eftir og annað eins og þú segir, þriðja leiðin og þannig að það eru margar leiðir í þessu og þetta skoðum við og ég hef óskað eftir umsögnum lögmannafélagsins. Og vinna þetta vel með þinginu. Sigríður Andersen, dómsmálaráðherra, þakka þér kærlega fyrir að koma hingað í Myndaréttölugar, segjum þetta gott í þann og aftur til þín, Hedda.